Kjartan Atla. Já, komið sæl. Nú erum við víðáttumikið læðarsvæði hérna fyrir Sunnaland og þetta læðarsvæði nær í raun og veru allt norðanvert Atlantshafið og við sjáum hérna hvernig nýjar lægðir koma inn í hann og halda þessu kerfi við og þetta þýðir það að það verða austlægar áttir hjá okkur næstu dagana og einnig verður talsvert mikil úrkoma landið suðaustan og austanvert því að það rakt lofti sem að fylgist þessari austanátt. En ef við lítum á hitasviðið að þá fylgir þessu ekki bara rakið heldur fylgir þessum lægðakerfi milt loft og þá má því gera ráð fyrir því að það verði hitatölurnar verði svona yfir frostmarkinu hjá okkur næstu daga allavega á láglendi og ekki að sjá að fara að kólna eitthvað fyrir kannski bara fyrir líða á næstu viku. En svona Íslandskort morgundagsins, það verður hvöss austan og suðaustan átt á vestfjörðum og einnig hérna við suðurströndina. Annars staðar verður nú vindur eitthvað lægri við svona stínskaldi, en það verður talsverð úrkoma og það verður samfelld úrkoma í raun og veru á öllu suðausturlandi og austfjörðum næsta sólarhringinn, en þó á nú að draga úr úrkominni hérna á austfjörðunum svona þegar kemur fram yfir hádegi á morgun og haldast nokkuð þurrt í bili en síðan á að fara að rigna þar aftur á sunnudaginn og svona lítur sunnudagsskortið út. Austan átt hjá okkur töluverður strekkingur og gæti orðið allhvasst svona norðvestan til, en þessu fylgir áfram talsvert mikil úrkoma bæði á austfjörðum og suðausturlandi og þetta úrkomukerfi gæti nú teygt sig jafnvel hérna inn á Suðurlandið en annars staðar ætti nú að verða nokkuð þurrt og áfram verður þokkalega hlýtt í veðri hjá okkur, hitatölurnar svona nokkuð vel yfir frostmarkinu svona við ströndina. Síðan á mánudeginum þá eru litlar breytingar, helsta breytingin kannski svo að áttin fyrir að verða meira norðaustlæg og svona aðeins að byrja að halla sig í norðrið og þá verður nú svona þurrara hérna við suðurströndina en áfram verður blautt allt austanvert landið en svona mestuleyti þurrt hérna vestan til og hitatölurnar verða nú svona aðeins að síga niður á við en áfram þokkalega milt allt land og þessi úrkoma hún gæti nú svona farið að breytast í svona slittu þegar að kemur inn á heiðar. Og síðan á þriðjudaginn þá eru viðurlíkunin að gera ráð fyrir áframhaldandi austanátt og talsverð mikil úrkomu einkum hérna landið austanvert og síðan verður norðanáttin svona aðeins farin að láta á sig kræla og þetta því það að það verður svona fer að verða svona úrkomu meira landið norðanvert en svona þurrara hérna sunnan og vestanvert landið. Nú síðan ef við förum hérna eins til Evrópu að þá er nú hæðarhryggur að teygja sig hérna inn á Bretlandseyjar þannig að það getur nú orðið bjartur og fínn dagur á bæði Írlandi og Skotlandi en annars nú svona fremur þungbúið í álfunni einhver ef við komum hérna niður að Miðjarðarhafinu þar sem svona lægðakerfi sem að stjórnar ríkjum og það verður því svona nokkuð blautt hérna víða. Aftur á móti á Spáni gert ráð fyrir að verði nokkuð bjartur dagur og einhverjar smá skúrir í Portúgal og síðan verður nú blautt hérna austan til í Frakklandi en svona við Biskajaflóann ætti að verða bjart og fallegt veður þar sem að þessi hæðarhryggur svona teygja sig inn. Ef við förum vestur hafa þá svona nokkuð öflug lægð sem að á leiðinni hérna í norðaustur verður yfir vatninu miklu á morgun og henni fylgir talsverð úrkoma og verður rigning væntanlega hérna sunnan við skilin og síðan snjókoma hérna norðan til og þessi skil þau teygja sig hérna alveg niður á Mexíkóflóa og einnig nokkuð þungbúið og úrkomusamt jafnvel í Kaliforníu. En það mikil rigningatíð framundan hérna sérstaklega á Suðausturlandi og austfjörðunum og þessu fylgir nokkuð hvöss austanátt og svona þokkaleg hlýindi. Við látum þetta duga verið kvöld, verið sæl.